þessi áttak og Kristinn tekur hann niður, fær hann aftur, samt til en inn á teiginn. Grétar skallar þetta frá. KR-ingar sjá við þessu í bili að minnstakosti. Guðmundur hér kominn út, hægra megin. Jón Orri en auðvelt fyrir KR-ingar að verjast þessu. Þeir koma hér. Viktor. Óskar hefur gott pláss hérna. Viktor tekur hlaupið utan á hann. Já, vel gert. Já, fær hrygnöttinn. Og sendir hann líklega hér fyrir. Og Einar. Þetta var Ásgeir Örn. Já, Ásgeir fyrir ekki. Hann eitthvað, hún langar að skora Ásgeir. Það aldrei að vita nema að takist. Ef þú reynir nóg oft, getur það tekist. Já. Það nú bara þannig. Það tippa að náði ekki. Ég ekki að segja að það sé mjög líklegt en það getur allt skeð. Það bara þannig. Vissulega. Og framarar hér. Jón Gunnar á þennan. Ásgeir Örn. Hvað ætlar hann að gera hér? Já, leysir þetta ágætlega. KR-ingar lesa ágætlega út af þessu. Já, verður svona heldur öflugri hér. Já. Undanfarnar mínútur KR-ingar. Viktor, Dóri var ekki kominn hérna. Nei. Það er ekki svo galin hugmynd hjá Viktori samt. Það myndur hér. Spyrnir með vinstri fæti. Já, er þetta gulir hanskar þarna sem við? Já. Skær gulir. Þeir eru gerðir til þess að blinda sóknarmanninn þegar hann kemur á móti. Ja, þetta eru vonandi ekki svona auðþótthanskar. Það er ekkert dæmt hér. En Kristinn er þessum ekki. Já, þetta var nú farið í Viktor hérna. Já. Þetta var nú aukaspyrna held ég. Viktor hundaðuna með þetta. Já, hristir hausinn. Já, gerðist ekkert úr þessu. En þarna var tækifæri fyrir framhæðina til að sækja hratt. Já, náðu ekki nýta sér það. Slöggsendi ekki Almari þarna. Uppþvottahanskarnir, þeir eru góðir. Já, þetta er svona lítið þannig út í fjarlægð. Já, þeir grípa ágætlega, virðist vera. Vona að sé ekki sápa á þeim. Nei, það er ekki sápa á þessum. Samt til enn. Já, Guðmundur nær honum. Já, Jón Orri hérna með honum úti. Kemur líklega með hann hér fyrir. Þetta er alveg Arfarsl. Já, þetta er saga leiksins. Slakar sendingar þegar áreinir fyrir markaðanstæðingarna. Já, ég hef trú á þetta skáni í seinni hálfleik. Já, algjörlega. Við lofum því og hvetjum ykkur til að halda áfram að horfa. Við fáum allan að pottet mark í seinni, ég skal lofa þér. Við fáum pottet mark í þennan leik. Það endar með því að það er vítakeppni. Það er vítakeppni, ég er að segja það sko. Við fáum mark í kvöld. Getur ekki endað þær í þessu. Nóðum það Bjarni. Gunnar, hann er ekki hérna stöður. Og hér kemur fínt hlaup, en Gunnar fyrir undan völlinn. Og skoti, já, þetta er nú bara... Það er bara ágætist til hún. Já, með því betra sem að... með því hættulegra. Já. Sem KR-ingar hafa boðið upp á hér í fyrirháleik. Gunnar Jónsson. Skoti lag fram hjá stönginni. Já, ágætist tilraun. Já, nú styttist í að Guðmundur blási í flautu sína. Jú, hann fer örugglega að gera það kallinn. Kaffi þyrstu Guðmundur, ég sé það á honum. Já, það er við líka. En við bíðum rólegir. Og hér er enn eitthvað eftir. Jón Gunnar. Já. Vinnur boltan. Já, Arnar. Já. Sendir hann upp í hornið. Þetta er allt of erfitt. Já. Við erum að koma með þetta auðvitað að virka. En Guðmundur ásættilega komið með flautuna í kjamman og flautar hér og við ætlum að taka okkur stuttlega hér og staðan 0-0 eftir þennan fyrri hálfleik. Já. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. The time of my life,
And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Ísskápar, heldur betur, Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Harðviðarval hefur í meira en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðarval. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd. The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ei neitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins laun öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Sjónvörp, já, alveg hellingur, Max. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Halló. Jú, komið sæl. Aftur. Þið fer síðar hálfleikur að hefjast. Já. Káringarnir skila sér inn á völlinn. Já, þeir ætla að vera 11. Já. Eins og í fyrri hálfleik. Já, þeir eru orðnir það núna. Er það ekki? Nei. Það vantar einn. Já, vantar einn. Er það ekki Óskar? Jú, hérna kemur hann. Hann lætur bíða eftir sér. Jú, en við vonumst til að hér fá markið í þetta eins og við stöðum að hann. Já. Fyrir hálfleikur frekar bitlaus en ég hef enga trú á seinni hálfleikunum verði. Nei, köllum eftir meira aksjóni hér og hér er það farið í gang. Það er rétt að ítreka enn og aftur fyrir áhorfendur heim í stofu að hérna það var engin framlenging á jafntefli. Það er beint í vító, eins og Kristján sagði hér áðan. Já. Það er Bjarni. Það er ágætt, bara held ég. Jú, jú. Og Gunnar Örn. Já, gekk ekki upp þarna. Gunnar. Og Guðmundur Magnússon með slaka móttöku. Viktor. Skiptir yfir á Dofra. Dofri. Og Arnar vinnur boltann. Arnar svona í playmaker hlutverkinu. Já, hann er svona þarna það sem hann vill held ég bara. Já, svona frjáls. Og Guðmundur hér út á kantinum. Tekur þrýningu Arnar. Þetta var, já, undarlegt. Ótrúlega tilraun. Já. Það hafa verið svona nokkrar í þessum leik. Síðar hálfleikur hér nýhafinn. Staðan 0-0 fyrir eins og við sjáum það á skjónum. Já. En Jón Guðni og með hættulega sendingu. Jón Orri kemur boltanum í burtu, beint á Bjarna. Bjarni finnur Óskar, Bjarni aftur, Óskar aftur og Óskar leitar hann á miðina. Já, hér er möguleiki. Já, Óskar og hann með skotið en já, skaut hann með hægri. Já, ágætis tilraun. Já, fínt sprett. Góður sprettur í Óskari. Fínt sprettur. Já, mjög góður. En Ögmundur Verða. Kristinn, nei. Það er allt og langur. Það velt fyrir Hannes. Ásgeir Örn. Baldur. Og Ásgeir fer hann aftur. Og leitar eftir aðstoð, eða hvað? Já. Nei, Viktor. Herfileg sending. Hvað ætlaði hann að gera hann? Það er spurning. Spurning hvort það hafi verið móttækjað sending, en Almar finnur Guðmundur Magnússon. Hvað gerir Guðmundur? Hann reynir að setja hann á fjær. Já, nokkuð mistæki leikmenn hér. Já. Þetta er svona að komast í gang. Já. 3 mínútur liðnar að setja hann á leiku. Allt í róli heitunum að þá. Jón Gunnar. Halldór Hermann stöðvar. Nær hann þó hér aftur en þá fá Káringar aukaspyrnu. Já. Og hver liggur hann eftir? Þetta. Það er einhver Káringurinn, jú, þetta er Dofri. Dofri. Já. Og fær hér aðhlýningu. Sár þjáður Dofri. Slæðir höndum í völlinn og hlýtur að fengja eitthvað högg. Já. Og ristina sýnist mér. Þú regnar með því. Sá ekki nákvæmlega hvað gerðist. Nei, það virtist nú ekki mikið vera þarna segja við, en eitthvað hefur það verið. Já. Eitthvað smá snerting. Já, meðan við bíðum er kannski rétt að minna enn á leikinn hér eftir. Fylkir Valur. Já.
fylgjast með leik KR Fram. 4 mínútur komnar á klukkunni í seinni hálfleik og staðan 0-0. Já, við skulum vona að Dofri harki þetta af sér. Já. Það er ekki gott fyrir KR-inga að missa hann hérna út af. Já, þeir eru farin að hitta hér KR-ingar. Dofri er búinn að vera að spila feikilega vel í þessu móti og bara feikilega skemmtilegur leikmaður. Gæti verið, spurning hver kemur inn á. Já, nú þekki ég ekki alveg þessa ungu stráka hver þeir geta spilað, sko. Nei. En það gerir Rúnar Kristinsson eins og er betur en við. Já, vonum það allavega. Hann tekur ákvarðanir hér. Já, Dofri er hér stuttur af velli. Já. Og leikurinn getur þá hafist að nýjum. Hann er stór markvörður KR sem tekur þessa aukaspyrnu. Langur. Já, maður reknar með því. Guðmundur Magnússon, skallar, Bjarni, Einar, Viktor og Gretar. Gretar kemur líklega með núta hér í bakvörðin sem er Ásgeir Örn sem dettur niður en hann með afleita móttöku. Já. Það heyrist við að kalla á Einar Már Þórisson sem er þá líklegur til að koma inn á. Já. Ef að Dofri getur ekki haldið áfram leik. Sýnist hann ekki vera að fara að halda áfram. Nei, það sé ekki sniðugt að vera pínan meira í þetta verkefni. Hér er það hins vegar Guðmundur Magnússon. Hann með. Já, Almar, þetta er erfiðu bolti en. Já, en hann fór. Og Arnar Gullarsson! Og þeir vilja fá hendi þarna. Ég skal ekki dæmi það. Nei, ég held hann að það var með höndum. Þeir eru alveg æfir framarar hérna. Það var hérna Gretar Sigfinnur hendi sér fyrir þetta og komst fyrir hann. En ef hann hefur tekið með hendi, þá er hann að bjarga marki. Já. Það er bara klárt. Framararnir alveg trítilóðir hérna. Já, Þorvaldur allt annað en kátur og lætur heyra í sér hér. Þetta var dauðafæri. Maður held þetta að vera klúðrast með sendingunni en Almar komst í boltan og Arnar í dauðafæri. Já, KR-ingar sofandi þarna. En Almar gerði vel í að vinna úr þessum bolta en og þetta heldur betur í þetta breytt leiknum hér. Og vonandi kveikir þetta aðeins í honum. Það er von mín og trú. Já, og er ekki KR-ingar að fara að undirbúa hér breytingu? Jú, breytingu. Dofri er búinn í dag. Já, það er þó Einar Már Þórisson. Leikmann nummer 19. Hann er að gera sig kláran bara hér. Það er sjálfsögur leikmann nummer 12 Dofri Snorrason sem hann kemur á velli. Já, vonum að hann sé ekki illa meiddur. Lægist. Já. Og já, þetta var stórt atvik hérna. Hvort að Gretar hafi notað hérna hendurnar. Framararnir voru alveg viss. Já. Sveimir þá, ég held ég að hann hafi notað hendurnar. Já, ég sá ekki betur. Tristi mér ekki til að dæma um það. Nei. En það er liðið og Guðmundur treysti sér heldur ekki til að dæma um það. Þannig að spurning hvort það sé ekki bara rétt. Við verðum að treysta honum. Spurning. En Jón Gunnar vinnur hérna skallaboltan. Einar Bjarni. Já, gerir þetta ágætlega Einar með flottan bolta. Ekki? Jú, hann er ástæður. Flottur bolti á Einar hérna. Sett hann í svæðið. Þar sem hann á að koma. Já. Einar Már er að koma hérna á vinstri kantinn og Ásgeir Örn er dottinn í hægri bakgrunn og Viktor á miðuna. Það eru færslur hér. Já, skiptingum og meiðslum fylgir oft færslum á liðinu. Staklega það sem er þunnskipaða bekkurinn, svona tiltölulega. Já. Og hér er Bjarni, einn á Auðunsjó. Bjarni Guðjónsson, hvað gerir hann? Setur hann út. Ásgeir er með fína möguleika en... Hann með fyrirgjöfuna. Já, hér. Einhver kallaði þetta nú íslensku fyrirgjöfunar. Já, heyrðu það hér í leikli. Sveimir þá. Gæti bara verið rétt. Og, já.
Og kannski frekar við þegar boltinn er langur, en þetta var nú eiginlega bara, já. Ég er bara misefnað. Segjum ekki meir þessa fyrirgjöf, þannig nennið ekki. Og þessi fyrir loftið. Já. Og það er innkast. Jú, það víst þannig. Samkvæmt reglum. Og Jón Orri. Finnur Kristinn Inga. Já. Kristján sterkari en Gunnar. Já, stígur hann út. Haft Gunnar Örn í vasanum hérna, Kristján og Jón Guðni. Ótrúlega gott miðverðarpar sem Framar að eiga. Já, KR-ingar hefði vilja hafa Kjartan Henry eða Guðjón og jafnvel báða þarna inni. Hér er Halldór Hermann. Já, gefur ekkert eftir Halldór Hermann. Ekkert á þetta. Já. Ég held að þetta sé hárrétt. Það dæmir ekkert. Það var eins og Ásgeir hefði verið að stinga sér til sunds þarna. Þannig að þetta. Halldór Hermann gefur ekkert eftir, heldur áfram. Hann í rauðan döðan. Framar að taka þetta innkast. Já, án þess að mega það. Já. Þeir eiga ekkert í því. Nei. Samkvæmt Guðmundi, dómara. KR-ingar eiga innkastið. Sam, Jón Guðni. Kemur líklega með að langan hérna upp í fjær. Nei. Hætti við. Tilbaka. Jón Guðni á það til að þrjum honum hérna í horni fjær. Gerir það mjög vel. Baldur og Bjarni, hér er fínt tækifæri fyrir KR. Jón Orri leysir vel úr þessu. Já, vel gert hjá Jón Orra hérna. Já, varnarmenn liðanna spila vel hér í dag. Leist úr því 5 stöðum sem upp hafa komið. Hér er þeirra Grétar Sigfinnur. Hvað ætlar hann langt? Já, lætur Óskar hafa hann. Óskar, en Kristján Hauksson sér við þessu. Já, gerir vel. Einar þarna í einhverjum vandræðum. Og Arnar fyrir upp í þetta. Og Framar hafa betur. Guðmundur Magnússon. Jón Orri. Setur hann upp á Kristinn Inga. Baldur Sigurðsson er sterkari og gerir þetta vel Baldur. Nei, Arnar nær, nei, boltinn út af. Held að Arnar væri að komast hann í boltan en náðu ekki sendingunni. Já, hann fer með báðar lappir undan sér. Grottaralega þessu tæklingu. Og slapp með skrekkinn. Já, hann fór ekki í neitt svo sem. Nei. Maður hefur nálega séð flautað á þetta samt. Já, jafnvel spjald. Já. Það var svona tilraunin. Feikilega vel því að Einar hérna. Já, Einar spila vel. Já, hann gerir ekki nógu góð sending hérna, en Halldór Hermann heldur áfram. Kristinn Ingi með honum hérna úti. Já, hann láta hafa boltan. Hann finnir Arnar Gunnlaugsson sem er með skemmtilega sendingu á Almar. Þetta hlýtur að vera vítaspyrna. Hann sparkar þarna í Almar Ormarsson. Þeir eru vitlaus. Já, fór hann ekki í Almar þarna. Þetta held ég að hafa verið víti. Já. Þetta var klárt. En hvorur þeirra þorir? Stóru atriðin ekki að falla með fremur hér. Gunnar flaggar í horn. Og þarna sýndist mér að vera brotið Almari. Jú, ég held það. KR-ingar búinn að sleppa mjög vel tvisvar. Já, og fær hér. Það er ekki Jón Gunnar sem er að fá hérna gult spjald fyrir mótmæli. Já, Jón Gunnar á ekkert að vera að mótmæla þessu. Hefur ekkert upp úr því. Jón Gunnar er þarna á baráttusvæðinu á miðjunni og þetta geti komið í baki á hann síðar. Það er bara þannig. Já. En Sam Tillegin tekur hann stutt. Arnar Gunnlaugs aftur á Sam. Kemur líklega með boltan fyrir. Sam Tillegin kemur með boltan fyrir og... Já, þetta markspyrna. Já, fór að Jón Gunnar þarna. Og aftur fyrir. Já. Að ég held. Skiptir svo sem ekki máli. Framarar hér öflugir. Og getur hæglega verið komin með fórustuna. Já, en að byrja að teki völdin hérna í seinni hálfleik. Já. Þorvaldur hefur greinilega sagt eitthvað í sína menn í hálfleik. Og Viktor Gunnar Örn. Óskar með honum utan á. Óskar fær boltan og setur hann. Ögmundur. Já, þetta var svona... Myndavélamarkvörsla af bestu gerð. Þetta var flott. En fín sókn hjá KR, þeir geta refsað
það er alveg á hreinu. Já. Allt galopið hér, 0-0 er staðan. Mun fjörugra hér í síðari hálfleik. Það er Óskar sem að spyrnir. Já. Ögmundur með þennan. Já, Ögmundur búinn að vera gífulega öruggur. Þá tekur Kristinn á rás, er þarna eins og velhlaupuhestur. Þetta er ekki galið. En boltinn barst ekki til hans. Bjarni, hvað er hann að reyna hér að finna Gunnar Örn, en Jón Guðni með þetta á hreinu. Og keyrir þarna Aron Bjarki í bakið á Arnari. Þetta er bara gult spjald. Já, hefði getað verið það, en já, allavega var svona. Guðmundur sleppir honum. Já. Það var svo sem ekkert must að gefa gult hann. Nei. Það eru Framararnir sem að fengi spjöldin í leiknum. Jú. Það var Guðmundur Magnússon hér í byrjun leiks. Hér er að, nutta í Hannesi og svo var það hér Jón Gunnar. Já, Sam Tillen fekk líka í fyrra leik. Já, það er komin 3 að Framara. Já. Það er í lagi, svo lengi sem að þeir fá ekki annað gula. Voruð góðir. Já. Og Framarar allt annað en sáttir hér með dómgæsluna. Já, ég skil það vel. Já, og það var eitthvað til þess að fá vítaspyrnu þarna. Jafnvel 2. Annarkvort skiptið allavega. Já, alveg örugglega þegar Almar var byrjun við og hér er... Hérna er Einar Bjarni að kasta boltanum í burtu. Það sleppur með þetta. Já, þetta ánægðlega bara að vera guldspjald. Ef hann er að gefa guldspjald fyrir mótmæli og slíkt, þá þetta bara að vera guldspjald. Já, hann verður að... Hann var samkvæmni sjálfur sér. Já, Guðmundur sleppti þessu. En nú dómgæsluna í bili, hér er það Framarar. Kristinn snýr. Kemur ekkert út úr þessu hjá honum. Ekki nógu vel gert. Já, Jón Guðni stoppar Óskar hann á. Káringar eigingastig. Hér er tvöföld skipting í vændum með Fram. En býðum aðeins með það. Óskar með boltan. Setur hann yfir á Einar og hann er rangstæður. Og hann klúraði hvort þið er. En? Já, gett fyrir hann að vera rangstæður bara fyrst hann skaut svona framhjá. Já. Þetta var ekki nógu vel nýtt. Rangstæðan. Hlynir Atli Magnússon og Tómas Leifsson eru að gera sig klára í framliðinu. Já. Það er spurning hverja hann tekur út af, en... Það verður fróðlegt. Hér er Kristinn Ingi. Já, ætli hann fari ekki út af. Það er ekki ólíklegt. Arnar, Halldór, Jón Gunnar og Halldór. Framararnir lílegir hér, Almar Ormarsson. Já, seta hann Almar. Já, vel gert. Góð sending. Hvað gerir hann? Hann vinnur hotspinnu. Já. Jú, hann vann hana. Og það er Sam Tillen sem trítlar yfir þetta hotfana til að taka þetta. Nú fá hann bara í stuttan frá Almari, jú. Og vel gert. Þetta er bara skotið, ekki? Jú, þetta er fínt færi, en skotið er aldrei líklegt. Það var að leiðinni fram í allan tíman. Já, vantaði svona stilla miðið. Já, smá kraft í þetta. Setja hann hérna í skeytin, það getur verið erfitt. Já, ætlaði að snudda hann svona. Með snúningnum, en það ætti að vera mjög nákvæmur. Snudda með snúning. Ekki verða þannig. Jón Gunnar vinnur þetta ekki. Baldur. Nei, ekki heldur. Framararnir ákveðnari hér og eru líklegri. Já, þetta er bara það. Eins og staðan er núna. Já, við erum búin að vera miklu betri inn í seinni hálfleik. Já, algjörlega. Og Guðmundur er búin að færa sig hérna yfir. Og með sendinguna á Kristinn Inga. Sjá hvað hann gerir hér. Og sendingin fyrir. Og þetta var langbesta fyrirgjöf Kristins í leiknum. Já. Og hún er ekki búið, Arnar. Almar! Og aftur, nei! Það er ekkert á þetta. Góð vörn hann af Grétari. Já. Feikilega vel gert. Hendi sér hérna háréttum tíma. Framarar eiga þennan. Framarar bara mikið ákveðnar hérna. Verðskulda fórustuna. En staðan er það 0-0. Þeir hafa enga fórust. Nei.
Það er rétt. Þannig að það er ekkert að verðskulda ennþá. Telur ekki nema tuðran sé í netinu. Jón Gunnar, vel gert. Og finnur Kristinn Inga og hann reynir. Það er svona umulegt skot. Já, þetta segja það bara. Kristinn Ingi þarf svona að vinna í taka rétt ákvarðanir. Skulum ekkert vera að færa þetta neitt. Það var bara hörmulegt. Bara þannig. Hallaði sér ekki við boltanum. Kristinn Ingi átti fína að spretta þarna upp vinstri kantinn á hann og kom boltanum fyrir og minnaði engu að Arnar Gunnlaugsson hefði komist í boltan. Kom hann loksins með fína fyrirgjöf og hér eru það káningar. Hefði getað sendt hann hérna í laupið á Gunnari. Það hefði verið spennandi. Óskar. Og Óskar með skotið en já, fullauðvelt. Og enn er það Kristín Já, Gretar, hann á ekki róði Gretar hann. Nei. Gretar kóngurinn í örninni hjá KR. Það er nokkuð ljóst, Hannes. Lendir í vandræðum, spinnur út af. Já, Hannes hann er ekki mest í hæfileikin þess að fá boltan tilbaka. Nei. Gerði þetta svo sem allt í leið. Já. Það skapaði enga hættu með spyrnunni. Það er bara nummer 1, 2 og 3. Og hér er Tómas og Hlynur að koma á vettvang. Það er að segja inn á af bekknum. Já, ég get fullyrt það hér eiginlega að Kristinn Ingi fer út af henn. En það er spurning hver hinn verður. Já. Það er hulinn ráðgata. Geti verið Guðmundur bróðir hans, við vitum það ekki. Sem ekkert er að spáði meiri því hér er Kristinn. Er þetta ekki hot? Jú. Framarar hér. Ísók. Vinna hotspinnu. Er það Sam sem ætlar að taka þessa? Jú. Kemur fáið outswing. Já. Það verður ekkert úr þessu. Já, Jón Guðni setur boltan fram í hana. Já. Við menn eftir fyrsta markinu. Já, en það er líklegra, það er búið að vera líklegra allavega henni sinna. Já. Liðin búin að taka sig á. Framarar verið líklegir. Já, mun líklegir. Og ég hreinlega skilja það með fórustu eins og sagði hérna rétt á hann. Já. Og Ásgeir Örn. Finnur Óskar Örn. Já, vel gert Óskari. Það er hann aftur. Já, spurning hvað hann ætlar að gera hérna fyrir sjálfur. Finnur Baldur Sigurðsson í fínnistöðu. Og Einar kemur hér upp. Einar inn á teginn og Jón Guðni með þetta hreinu þarna. Nei, Bjarni. Vildi að fá hendi hérna fram, var að fengu ekki. Einar Bjarni. Það verður ekkert át. Smá hendi. Það verður ekki að vera mikil hendi til að setja dæmt í dag. Það þarf, jú, það er eitt. Það var örlítið. Já, Arnar Gunnlaugsson. Já. Halldór Hermann. Framar að koma hér. Já, vel gert á Guðmundi Magnúsinni. Fær boltan aftur upp hodnið, en er ástæður. Já. Hér gerir Framar með breytingu. Já, Þorvaldur. Já, það er Tómas Leifsson sem kemur inn á. Breyting í honum. Bara ein breyting í byrjun. Já, og það er þá Guðmundur Magnússon. Já. Sem kemur út af. Tómas Leifsson. Já, kemur yfir á vinstri vanginn. Það er Guðmundur sem kemur á velli. Þorvaldur ætlar að treysta hraðan. Já, og Almar hérna var í fremsti maður. Það er Almar, Kristín og Tómas. Fremstu menn á framurum en káringar hér, Baldur Sigurðsson. Já.
sterkur í þessari stöðu. Hér finnur hann Einar Már. Einar Már. Já, gerir þetta vel Einar. Á Bjarni. Bjarni er skotið. Þetta er hættulegt. Já, alls ekki svo galin hugmyndu. Gat ekki verið meira þráðbeint á Ögmund. Það er svolítið reglustrykku bara. Já. Spil KR-ingar svolítið dottið niður hérna. Þetta er nú sína kabla í fyrri hálfleik. En hér koma þeir Einar Bjarni. Í áttina Gunnari en Kristján er búinn að lesa þetta. Eins og svo oft á þér hér í kvöld. Kristján. Þetta er inn á. Bara tjarni á Viktori. Já, nú kemur hann. Einar, hann er ekki rámstæður. Hann er honum. Hann er að koma með boltan fyrir hérna. Sendir á nafna sinn. Einar Bjarna. Fyrirgjöfin og Baldur Sigursson. Óskar! Hvað gerir hann? Við erum hæri hérna. Ég held að hann myndi taka skotið alveg. Þetta er ekki búið. Ásgeir Örn og Viktor, þetta er ekki búið enn. Löngsóknir heldur áfram Einar Bjarni. Nú voru hann að koma með góðan bolta fyrir. Í fína stöðu Einar. Vinnur hornið. Já, hann þarf að koma þessu bolta fyrir. Einar. 20 mínútur eftir. Og KR-ingar fá hornspyrnu. Jú. KR-ingar aðeins að koma til. Svona aðeins. Og það væri nú gott fyrir leikinn að fá mark öðru hvoru megin. Já. Framarar vilja ekki fá mark enn núna. Nei. En KR-ingar vilja það. Sjáum hvað gerist Bjarni Guðjónsson. Já, Bjarni sem fyrr að taka hornspyrnuna þarna megin allavega. Já. Þetta er Grétar og Baldur. Hvað vilja þér fá þarna? Nei, ég hugsaði ekkert á þetta. Nei. Þetta var flott hornspyrna. Þetta er ekki alveg hvað þeir eru að biðja um þarna. Já, þetta er hárrétt. Það er eitthvað inn á teiknum. Boltinn fyrir aftur í Bjarna þarna. Já. Já, við sáum þetta ekki alveg nógu vel. Nei, Grétar skallaði hann fyrir Baldur. Já, reyndi hjólaspyrnuna og úr því voru þeir eitthvað að kvarta. Baldur hér eitthvað að kvarta við Guðmundómara. En áfram með leikinn, Jón Orri tekur innkast fyrir fram. Viktor. Tómas Leifsson. Og áfram með leikinn hér. Halldór Hermann. Og Kristinn er komin í aðbragðsfæri en setur hann beint á Hannes. Já, hann lét Hannes ekki hafa fyrir því þarna. Skaut bara í hann. Og slagt skot hjá Kristni. Bjarni Guðjónsson leitar að möguleikanum. Velur að senda út á Óskar. Óskar og Baldur Sigursson. Rángstæður. Já, og Ögmundur náði hann kortið er. Það var svona eins og út á skóla og markværsla hjá Hannesi. Hann slóa hann svona niður einhvern veginn. Já, þetta var í steipuna bara. Hann þurfti ekki að hafa mikið fyrir því að verja þetta. Nei. Kristinn var komin inn í fína stöðu. Og Arnar Gunnlaugsson. Já, setur hann samt til en. Og Tómas Leifsson fær hann hér. Við komin inn á Tómas. Já, mér finnst. Já, aðeins að jafnast hér. Já. KR-ingar að hressast en hér koma þó vinna boltan. KR-ingarnir aðeins að taka yfir hérna síðustu myndunar. Ekki seinna varna fyrir þá. Taka við sér Gunnar Örn. Nei. Gengur ekki upp. Almar. Tómas kemur boltanum á Arnar Gunnlaugsson. Já. Arnar reynir að koma honum. Já. Hann er ennþá með hann. Og gegn Ásgeir Örni. Tilbaka á Jón Gunnar. Jón Gunnar kemur honum á Kristinn. Og leikur hér auðveldlega á Einar Bjarna og Kristinn Ingi. Reynir skotið þarna. Já, fínt. Flott tilraun. Já, mjög vel gert hjá Kristinn þarna. Tökum það ekki á hennum. Rúnar líklega ekki ánað með Einar Bjarna þarna, seldi síðla. Já. Hann er búinn að eiga okkur sleik samt. Einar Bjarni. Í vinstri bakverðinum vantar Guðmundur Eini Gunnarsson.
Einar Bjarni var eins og varnarmaður sem var að leyfa á æfingu í að snúa. Og leyfi manninum að fara. Já, hann best ekki rétt í þessu í Óskar Örn. Brotið honum. Jú, hárétt. Og þá fá káringar hér einhvern veginn skipting. Og það er Hlynur Atli Magnússon sem er að koma inn á. Og það er Arnar Bergmann Gunnlaugsson sem að fer af velli. Arnar búinn að spila 75 mínútur hérna í dag og já, búinn að vera mikið í boltanum. Arnar búinn með sitt og Hlynur Atli kemur inn. Ágætt í standi kallinn. Með árstíma. Já. Það er bara flottu standi. Við erum að spila hér í febrúar, það er nú ekki alltaf verið þannig. Nei. Bjarni Guðjónsson. Já, aukaspyrna. Káringar búinn að pakka teginn. Já. Og Nei. Ögmundur grípa þennan auðveldlega. Káringar að gera breytingu líka. Já. Og það er 24 að koma inn á. Það er engin annar en. Já. Engin hér á skýrslu, sjáum til. Það er skemmtilegt. Þetta með semnaðist aðeins þetta. Já. Já, Tómas Leifsson. Já. Og hann brýtur Ásgeiri klárlega. Hann dæmir ekkert. Af hverju dæmir hann ekki á þetta? Og hér flautar. Furðulegt. Það er hotspyrna. Býtum við, hér er það. Hann er að spjalda Baldur sig. Já, fyrir mótmæli. Já, ég skildi það nú ekki alveg. Þetta var brot, hann stuggaði þarna við Ásgeiri. Þetta var brot. Þetta var klárt. Það er bara þannig. Klárt brot. Guðmundur sleppti þessu og Framar að fá hot. Nú við. Já. Býðið eitthvað með skiptinguna hérna. Og samt til en. Já. Línuvörurinn að koma sér í stellingar hérna. Hann er góður í því. Já, hann er kominn í þær. Réttan stað og skalla frá. Jón Orri. Og upp í loft. Einar Bjarni. Hlynur Atli, nú getur hann látið ljósið skína hér. Hlynur Atli, en nei, hitti þarna bara fyrir valsmennina sem voru að hitta upp þarna. Já. Nú er skiptingakáður. Já. Hver er að fara á velli? Það er Gunnar Örn Jónsson. Já. Númer 9. Og Gunnar Örn er að koma út af. Ég held að Óli Pétur Friðþjófsson sé að koma inn á. Já. Ég held það. Ég er alveg pottþéttur það. Já. Þetta er Óli. Segjum það bara. Við köllum hann Óli. Setjum þetta bara Óla. Annað kemur. Setjum þetta bara Óla. Þetta er annarkvort Óli Pétur Friðþjófsson, Halldór Bóasson eða Torfi Karl Ólafsson. Nei, þetta er ekki þeir. Nei. Þetta er Óli. Hann kom inn á fram í síðasta leik líka. Já. Treysti því. Já. Þú verður bara að gera það. Hann heitir það Óli, býðum að það afsökunar ef að þetta er ekki rétt. En hann er hér. Já, ekki með þetta númer hér. Samkvæmt upplýsingum. Nóðum það. Framar hér, Samtilen. Setur hann í bringun á Bjarna hana. Og já, K.R. átingast. Já. Óli gerir ágætlega. Óli Pétur. Já. Og já. Já, það er 12 mínútur eftir hérna þessum fyrir áleiku. Nei, seinni áleiku. Staðan enn 0-0. Já, minnum enn og aftur á það. Það er vítakeppni, þetta fer svona ekki framlenging. Ekki gullmark og ekki silfurmark og ekki neitt. Nei, það er beint í vító. Það vil ég allir sjá. Já. Það fer engi frá skjánum. Nei. En það er ekki komið að því en þá Framarar með knöttinn. Kristján Hauksson. Já. Kemur með langa bolta þarna upp í hornið.
Í Hlynur, jú. Jú, Finnur Hlyn. Sam til henn. Tekur sprettin intake. Það geti orðið eitthvað úr þessu hér. Hvað gerir Sam, en... Nei, það verður ekkert úr þessu. Þetta er saga leiksins. Já, vantar lokanikinn hana. Og maður fá skilaboð frá Heiðari Geir Júlíussyni, gamlum framara hérna. Hann sendir baráttu kveðju til sinna manna. Já. En Heiðar leikur nú í, já, var ekki Svíþjóð? Jú, Svíþjóð. Í B-deildinni þar. Hér er Ögmundur. Man ekki hvað liðið hittir. Einar Bjarni vinnur þetta. Þetta með Viktor Bjarka og fær hann aftur. Og Gretar Sigfinnur. Og Aron Bjarki. Bjarni setur hann á. Já, Óli eldir þetta. Það var ekki ykkur að kalla hann Óli hérna. Jú, hann heitir Óli. Það var staðfest, ég vissi það. Það er á gett og Almar Ormarsson. Kristinn í fítnisstöðu til að fá hann hérna en Almar ákveður að leita Hlyni. Hlynur. Setur hann út á Jón Gunnar og hotn. Aron Bjarki sparkar þessu bara í hotn. Já. Veit ég hvort hann var að reyna að hitta valsarana sem að gera flottar æfingar hérna í hotninu en... Já, hefði nótt að setja þetta í innkast frekar. Já, já. Já. En hér er hérna... Almar. Já. Sam. Setur hann inn í, hefði nótt að setja hann út þarna bara. Halldór Hermann aðleitt en Jón Orri fær hann. Setur hann aftur inn í. Já, gáringar á þetta. Já, Ásgeir Örn. Óli og Baldur sig. Og hvað gerir Baldur? Já, Baldur á... Já, finnur Einar Már og Bjarni Guðjónsson. Já. Og Einar Bjarni. Og Einar Már. Og Káringar spila tilbaka. Já. Langur frá Grétari. Já, þetta er ekki boltandi til að senda á miðverði. Nei, þetta var dauðadæmt. Áður hann sparkaði hann held ég. Halldór Hermann. Vel gert. Frækur Halldór. Sam, já. En vel gert því Ásgeir hérna. Hann kom tilbaka og búaði sólan en gafst ekki upp. Já, koma framar hér enn á ný. Þeir eru að leita af þessu marki sem kemur þeim yfir hér. Halldór. Og Hlynur Atli. Jó, færingastið. Já. Bróðir Hlyns Hörður er núna úti hjá Juventus. Já. Í láni og það er athyglisvert að sjá hvað kemur út í því hjá honum. Kristinn. Framar að vilja fá hotspinnu þarna en sá nú ekki alveg hvort hann var farin eða ekki. Jón Guðni inn á tegin, Grétar ætti að hafa þennan, jú. Almar ekki mikið séð síðan hann í loftinu. Einar Bjarni. Einar Már. Og setur hann á Viktor sem er aleinn á miðinni. Já, hvað ætlar hann að gera? Setur hann í framvara. Já. Aron og Baldur og setur hann út á Óskar. Hvað gerir Óskar? Kemur líklega inn á völlinn. Jú. Og hvað gerir Óskar? Hann með... Já, þetta var ágætis til henni. Þetta var Jón Guðni sem stöðði hann þetta vel. Vel gert hjá Jón Guðna. Og mættur og las Óskar bara þarna. En það er Einar Bjarni sem að varpar þessu inn. Já. Það er að koma með hann stutt eða langt, jú. Finnur hérna, já, vel gert. Finnur Viktor Bjarka. En, já. Já, hann með svona auðvelt fyrir Ögmund. Laflausa tilraun. Já. Það er allan þrótt í þetta hjá honum. Þetta er bara þróttar. Ég er ekki að segja það. Nei. En Almar. Þeir eru ekki að spila hér. Hlynur. Æri nástaði. Hlynur með fyrirgjöfina og Halldór Hermann nær þessum. Jón Orri kemur hérna úti. Já, það var spurning hvort hann notið hann. Já. Og hvað gerir Jón Orri? Finnur
Kristinn Inga, en Gretar gerir vel. Gretar búinn að feikilega góðan leik. Já, búinn að öflugur sem og þessi maður hér, já. Kristján og Jón Guðni. Já. Og Ögmundur, knöttinn. Jón Guðni Fjólusson, langur á Tómas Leifsson og nú geta þeir komið hér. Og Tómas þarf að leita tilbaka. Já, Jón Guðni. Já, stefnir allt í vítakeppni hér. 5,5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. En sjáum hvað Fram var að gera þessu. Kristinn Ingi. Ég bara með fyrirgjöfina. Nei, beint á Hannes. Já. Almar var þarna, ég held að hann væri kannski aðeins framar en Bjarni. Óli hleypur bara áfram, engi bolti. Nei, kemur lítið út úr þessu. Frá KR-ingar svona, það eru ekki að pressa mjög hátt. Nei. Svo býða át þetta. Aðeins að dofna yfir þessu hérna, hraðinn að minnka. Þetta leikmenn og býtur nú við, hér er Kristján í vandræðum. Óli með fína pressu og þreyttur og Ögmundur verður að negla þessu. Já, setur hann ég veit ekki hvað þetta er. Tæki þetta, já. Þetta er auðvitað einhverju hátalara. Það fylgir ekki í sögunni. Nei. En já, Kristján hérna í smá vandræðum. Og Óli gerði vel í að setja hann hérna í þessi vandræði. Já, smá kærleys í Kristjáni en þetta rætaðist. Og býtum nú við, hér er farið í KR-inginn, allavega. Aron Bjarki sem liggur þarna. Já, heyrðum við hann. Já, hann hefur eitthvað meitt. Finna fyrir þessu. Guðmundur ársallega lætur sér fátt en finnast. Jú, tölti þó til hans. Gretar setti boltan út á. Guðmundur var ekki á því að stoppa leikinn. Nei. Boltin var út á og þá. Já, fáum líklega hér einhvern uppbótartíma sem að Dofri Snorrason meittist hér áðan. Já. Og nú er það Aron Bjarki. Jú, ég hugsa hann jafni sig á þessu. Já. En, smá högg og vond fyrst en fróðlegt að sjá hverju Guðmundur bæti við. Já, 3-4 mínútur. Já. Búið að lítið skiptingu þannig séð sko. Með venjulega í þessu. Og við þetta bæði lið ætla í úrslit. Vantar hér fjórðadómara. Vantar upp á umgjörunni hjá KR. Nei. Og klukkan stöðvast hér í 45. Hann hefði bara fylgist með þessu. Áfram. Og Óli setur boltan bara út af. Já. Ögmundur með langan bolta. Gretar tapar ekki mörgum boltum í loftinu. Jón Gunnar, já. Ég veit ekki hvað Jón Gunnar ætlaði að gera með þessa sendingu, einhver snúnings utanfóta sending. Já. Aðeins og erfitt. Full erfitt hér að Bjarni Guðjónsson. Kemur líklega með henn út hér á Einar Már. Vel gert hjá Bjarna. Þá er það Einar, já, 1-1 bara gegn Orra. Og Einar Már fyrr. Jón Orri heldur í hann þarna. Og Viktor Bjarki, hvað ætlar hann að gera? Tilbaka og Aron sem er í lagi með hann. Já. Óskar leikur sér aðeins. Já, hvað fyrir hann langt? Klappa boltanum Óskar. Það er allt of langt þarna. Löngu búinn að gefa hann. Það er engin stað að leika sér það. Hlynur Atli. Já, getur staðið hér. Hlynur Atli. Nei. Sama með Hlyn þarna. Nei, hann dæmir. Já, þetta var nú lítið. Þetta var ódýrt. Já, sérstaklega í ljósi þess sem Guðmundur hefur búinn að sleppa hérna nokkrum atvikum. Já, 2 mínútur eftir að hafa venjulega leiktíma. Þetta ansi ódýr aukaspyrna. Verður að segjast. Þessi aukaspyrna fékkst bara í tækjari. Já. Ekki dýrar í búð allavega. Nú skrifa þennan niður. Nei. Aja, bara úr safninu. Og framarar hér. Gamla góða. Almar tekur þetta. Hann með sendinguna fyrir og... Jón Guðni mista á honum með það. Já, hann muna ekki miklu. Jón Guðni leggja langur og... Hvað er hann að gera hér? Býtum við. Það er Tómas Leifsson. Já, hann er að fara að spjálta Tómas. Já. Tómas ekki veit ég fyrir hvað. Hefur sagt eitthvað. Já. Guðmundur Ásall. Hún líkar ekkert rosalega vel við það. Hann er ekki hrifinn að því þegar er verið að mótmæla hann. Nei. En þá er ekkert að vera hrifinn að því svo sem. Nei.
Megum aðeins. En spurning samt hvort með því að... Telja upp á 3 og gákur þetta sé ekki bara búið. Já, það vist einhver... Vantar stundum hjá íslensku dómaranum mínum mati. Viðurkennd aðferð. Einhver staðar. Einhver staðar heyrði ég að menn ætla að telja upp á 10. Gákur þetta allt var ekki rólegt. Nógum talningar í bili. Hér eru við fylgjast með leik KR og Fram. Og það lítið eftir. Jú. Og það stefnir allt í vítakeppni. Stefnir allt í vítakeppni. Það þarf eitthvað mikið að gerast. Bara spenntir eftir henni. Ég hugsa að það þurfa eitthvað mikið að gerast ef liðin ætla að skora hérna. Já, það er ekki líkleg. En það er eitthvað smá tími hér eftir. Klukkan að sigla í 45. Já, Framar að fá aukaspyrnu. Og það var að uppbóta tíminn sem lifir. Já, það er 3-4 mínútur held ég. Já, Jón Guðni tekur þetta snöggt. Kristinn. 1-1 Bjarna. Já. Bara taka hann á þarna með hraða og... Já, Halldór Hermann. Almar með, slappa móttöku en fær hann aftur. Og ætla að fá hann aftur frá Kristni þarna en Bjarni Guðjónsson setur boltan út af. Fín pressa hjá Kristni, hann gafst ekki upp. Já. Framar vega innkast. Við ætla að reyna að klára þetta hérna. Það er það Kristinn sem tekur þetta, jú. Jón var að býða bara. Og ætlar að koma með langan. Já, það er spurning hversu langt það verður. Já, Bjarni ræður þetta. Og nú koma KR-ingar í skyndisókn. Nú koma þeir. Ítu nú við, hér Óskar. Þeir eru 3 hérna. Það er Óskar. Hvað ætlar Óskar að gera? Já. Setur hann á Einar Bjarna, nei Einar Már fyrirgeði. Einar Már er það. Og setur hann út á Bjarna Guðjónsson. Og Bjarni á vinstri fótinn og það var ekkert úr þessu. Það var dauðadæmt þegar hann fór yfir á hann. Og Tómas, hann er ekki rangstæður. Ég held nú að hann hefði verið rangstæður en Aron reyndi að spila hann út, gekk ekki Tómas. Og Tómas kominn upp að endalínu og þarna var smá hætta. Munaði engu Almar næði þarna. Það talsverð hætta bara. Þetta var vel gert hjá Tómasi. Lappaði þarna fram hjá varnarmanni KR og... Já, var þetta ekki Ásgeir Örn? Jó. Nei, þetta var Aron Bjarki. Aron Bjarki sig. Framarar hér. Freista þess að skora í blálókin. Samtilen. Og... Boltinn inn á teygju. Það er fyrir Jón Gunnar snúa þarna. Já. Framararnir ætla að sækja þetta. Já. Þeir eru allavega það meiri áhuga á því. Hér er það Jón Guðni Fjólusson. Kemur boltan á fjær. Kristinn Ingi. Og hvað gerir hann? Skallar hann fyrir. Jón Gunnar. Hlynur. Almar. Já. Jón Orri. Og Kristinn fær hann. Og Einar Bjarni stöðar hann. Og hann setur hann tilbaka á Augmund. Og Ögmundur setur hann örugglega alla leið og Ásgeir Örn kemst, nei, jú, þetta er Ásgeir Örn sem kemst. Já. Hann fer að styttast í þessu hérna. KR vinna hann. Baldur og Óskar og Óli í hlaupið en Óskar... Það bara á lengi og tapaði boltanum. Já, bara fer alltaf langt, hann á bara að gefa boltanum, drengur. Já, gera þetta fyrr. Já. Þetta er bara svolítið sagaleiksins. Já, og Almar Ormarsson. Hann getur búið eitthvað til hérna og... Hann er rangstæður. Já. Þetta var klaufalegt hjá Hlyn Atla að vera ekki réttstæður. Hlynur hérna... Með alla línuna. Þetta var að spila betur á þessu. Baldur Sigursson. KR-ingar ekki hættir hér, jú. Jú, þeir eru hættir. Þeir eru hættir. Það fyrir að flauta þetta af, drengur. Já, hér gerir hann það. Já, 0-0. Það er vítaspyrnukeppni. Gott fólk. Já, svo það sé á Kristall. Það eru vítakeppni framundan. Í leik KR og Fram. Og liðið sem sigrar er sætt í úrslitaleiknum. Ætli leikmenn liðan að ná að skora úr vítaspyrnunum? Já. Ég tippa það. Við förum í smá hlé. Örstutt.
Jú, komið sæl aftur. Kristján og Valur Ingi með ykkur. Ennþá. Og minnstakosti, það þóla okkur öll lengur. Það komið að stóru stundin í þessu leik. Það vítaspyrnukeppni. Og við ætlum að leikmenn heldur ætla að útkljá þennan leik. Já. Og við erum fróðlegt hverjir taka vítaspyrnur hérna. Það komið á hreint og nú bara verið að kasta upp á líklega hverjir byrja. Já, það er spurning, jú, þetta er bara ákveða mark sem þetta verður í og markverðirnir orðnir klárir. Góði félagar er búin að vera saman nokkur ár. Já. Markmannsteymi. Það veit tekjast vel, Ögmundur og Hannes. Það er KR-ingar sem að byrja og það er Bjarni Guðjónsson sem að... Já, hefur nú tekið nokkrar vítaspyrnurnar, Bjarni. Feikilega öruggur, ef ekki að segja það. Jú, hann er það alla jafna. Jú. Og fáðu hér fyrsta markið í þessum leik? Það er spurning. Bjarni Guðjónsson gegn Ögmundi og Bjarni skorar öruglega. Já. 1-0 fyrir KR. Gríðarlega örugt hjá Bjarna. 1-0 fyrir KR. Það er komið mark í leikinn, gott fólk. Já. Það er Sam Tillen, vítaskytta framara sem ætlar að... Já, bestu spyrnumennir eru fyrstir. Já, það er líka bara... Já, þeir sem eru alla jafna vítaskyttur. Já, það er eðlilegt. Sam Tillen gegn... Já, Hannesi Þór Halldórsinni. Rétt er það. Og hvað gerir Sam? Og hann skorar. Gífurlegt öryggi. Já, það verið hann ekki þarna. Nei. Klárt mál, Sam Tillen búinn að jafna. Hannes vissi hvert hann myndi skjóta, en þetta var bara alltaf góð spyrna. Já, hann var há og mjög erfiður regnar. Há er komið að Baldri Sigurðssyni. Og... Já, Baldur. Já. Baldur Sigurðsson. Og hvað gerir Baldur? Og hann skorar. Örugglega. Góð víti hérna sem við erum búin að fá. 2-1 fyrir KR. Allt pottþétt enn sem komið er. Já, Jón Guðni Fjólusson trítlar að punktinum. Og ætlar að freista þess að jafna fyrir framan á. Það þýðir bara eitt að styttist í einhver klúri. Já, það klúrar einhver í kvöld. Það verður pottþétt. Heldur það, já? Já, það bara, þetta ræðst ekki annars. Nei. Jón Guðni Fjólusson gegn Hannesi og staðan 2-1 fyrir KR. Og Jón Guðni og Hannes ver. Hann ver þetta. Virkilega vel varið á Hannesi. Já, það var alveg niður í hornið og Hannes var mættur. Já, svo sem ágæti spyrna hjá Jóni Guðna. Vantaði svona aðeins meiri kraft kannski. Hannes er heitur, hann var í boltanum fyrir Sam Tillen líka. Hann var í réttu horni. Hann var búinn að lesa þetta, þekkir náttúrulega þessar leikmenn inn og út. Já, algjörlega. Gæti haft eitthvað að segja. Já, það veit ekki. Já, það er alveg örugt og Hannes... Það er Aron Bjarki Jósefsson sem ætlar að spyrna fyrir KR og hann getur komið KR-ingum í þægilega stöðu við þetta. Miðvörðurinn, já. 3-1 getur hann komið KR-ingum í, ef hann skorar. Aron Bjarki og hann skorar örugglega. Copy-paste af vítinu frá Bjarnar Guðjónssoni. Nákvæmlega sem ég ætlaði að segja, þetta var örugt. Ögmundur, hann þarf að fara að hitna í markinu. Já. En fyrst þarf Hlynur Atli. Það er Hlynur Atli sem ætlar að taka þetta. Já, nú verður hann að skora. Það er bara mjög einfalt. Það er bara must. Annars getur bókað bara nátt út úr þessu. Já, það er bara þannig. Hlynur Atli. Og hvað gerir hann? Hann þrumar á markið. Þetta var nokkið svo fast. Nei, ég held þetta var örugt. Ég var búinn að ákveða svona að hann væri búinn að þruma. 3-2. Góð vítaspyrna. Og svipuð spyrna hjá Jón Guðna. Já, Hannes voru villstótt. KR-ingar með sína 4. spyrnu. Já, Óskar Örn Hauksson. Ég hef ekki, hann skorar. Ég hef ekki trúið öðru. Já, veitu. Skulum bara sjá til en. Já. En Óskar er spyrnumaður góður. Það myndur til varnar. Og Óskar skorar. Örugglega.
beið þarna eftir viðbröðum frá Ögmundi og setti boltan hinum með hann. Já, pottþétt mál hjá Skara. Tómas Leifsson næstur í rauninni og hann verður bara að skora, annars er þetta búið. Það er þannig, staðan er 4-2 fyrir KR og Tómas Leifsson verður að skora til að halda vonum Framara hér á lofti. Ætlar Hannes Þór að tryggja KR-ingum í úrslitaleikinn. Tómas Leifsson og hann skorar! Já. 4-3. Það er von fyrir Framara. Það er Greta Sigfinnur Sigurðsson sem tekur síðustu spyrnu KR-inga. Það er rétt. Ef að Gretar skorar þá eru KR-inga komnir í úrslitaleikinn. Já, verður þetta John Terry? Já, það er ekki rigning hérna. Það er líklega ekki að fara að renna. Það er volað lítið aldrei að vita samt. Bleitið hérna. Nú maður eitthvað lekið hérna, ég veit það ekki. Alltaf nóg rigning úti. Já, Ögmundur verður að verja þetta. Það er ljóst. Og Gretar. Hvað gerir hann og KR í úrslitum. Ögmundur var svakalega nálægt í að verja og er skiljanlega svektur. Var í boltanum þarna. Jú, en það er KR-ingar sem að fara í úrslitaleikinn. Annar ári í röð. Allavega annar ári í röð. Runnu þetta fyrra. Já. Og við rennum örsnætt yfir þetta. Það var ekkert skorað í leiknum sjálfum. Bjarni Guðjónsson, Baldur Sigurðsson, Aron Breki Jósefsson, Óskar Örn Hauksson og Greta Sigfinnur Sigurðsson. Skoraði allir úr vítum símum fyrir KR. Og KR-ingar fara í úrslitin. Sigra 5-3 í vítaspyrnukeppni gegn Frömmurum. Já, við drögum okkur í stuttlega en ekki fara langt því að hér er að hefjast leikur Vals og Fylkis og þar kemur í ljós hverjum hvort það sé Valur eða Fylkir sem mæta KR-ingum í úrslitaleik. Já, drögum okkur lífið bili. Yes. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Had the time of my life and I never felt this way before and I swear this is true and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life and I never felt this way before and I swear this is true and I owe it all to you. Ísskápar. Heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meira en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett.